Jó. Velkomin í hlaðvarpið Betri en flestir. Það svolítið, nafnið komið. Nafnið komið, það kom. Ok, þetta var klúður. Vel gert þannig. Það kom hérna bara þegar við vorum að posta fyrsta þættinum, eða þú postaði mynd á okkur. Já. Þetta náttúrulega kom það ekki eftir þáttinn því að við vorum búin að finna titilinn. Það er saga bak við það. Já. Ég veit ekki hvað það er. Saga bak við hvað, sérst að. Hvernig nafnið kom til? Þetta er náttúrulega slókan hljómsveitarinnar. Sko, við gerum þetta... Bæjarins bestu betri en flestir. Við gerum þetta betri en flestir, part 1, 2, 3, 4, 5, sko, síðan kom eitthvað, en það var einn meistari sem sendi bara betri en flestir og þá vorum að pæli hvað nafnið þetta vera. Já. Ég bara koma. Já, þannig að sjáta á þann mikla meistara. Við ætlum að fara með Víðanvöll í dag. Við erum með nýja kostendur sem við erum mjög stoltir af. Það er stöndu fyrirtæki. Góða stöndu. Það er rosa öflug fyrirtæki sem vildu strax leggja lagsitt þetta verkefni hérna. Við ætlum líka við ætlum að powerranka 5 bestu íslensku rapparana. Það er langtímaverkefni svolítið. Ég veit það, top 5 og við ætlum að tala um daginn og veginn en það er inngrip fyrst. Já. Það er inngrip í tilverðina, Kjartan. Jú, Danni, þetta er intervention. Það fæ ég mig sopa. Já. Þú verður að hætta að nota þetta voice message dæmi maður. Er þetta vont, eða? Kjarri, við líður þess að þetta sé eitthvað svona 90s afturkvarf, það sem bara fólk er að tala saman í gegnum símsvara. Ok. Wow. Býtu, ok, þú takk sem full alvarlega eitthvað. Sko, ég nota þetta mjög mikið því að ég bara einhvern veginn er í hugarflæði. Ég er þegar ég er í svona skapandi gír þá vil ég bara að það komist frá mig strax. Ég er alltaf í skapandi gír, nota þetta aldrei. Nei. Er þetta kannski bara fyrsta söltun vikunar í boði saltverk? Ok, við söltum þá voice-skilabóð. Við ætlum að salta voice-skilabóð. Á ég að hætti þessu bara við alla eða bara ykkur? Ég skal bara segja þér, þú getur haldið þessu áfram. Já. En ég skal segja þér eitt, ef þú sendir voice-skilabóð, þá er mjög líklegt að ég hlusta ekki á þau, ég séð bara hvað Danni kommenterar og ég segi bara eitthvað, herru, sammála. Og þú finnur út hvað ég er að meina. Já, að því bara, mér finnst þetta bilun, sko. Já, sko, ég nota voice message mjög mikið og svona í sömu grúppu sem ég er í og þá er alltaf 1,5 eða 2 hraða. Þannig að þú hlustar bara fólk tala hratt. Já. Þetta er nefnilega það sem Bergurabbi varaði við í bókinu sinni. Þetta er þegar gervigreindin sko fer inn í mann. Skilur við? Þú verður tölva en ekki manneskja. Þannig að við erum að byrja við söltum þetta. Herru, við ætlum að salta. Þá geym ég næstu söltun. En þetta var söltum vikuna. Það er voice message og við erum með saltverk sem er best salt í heimi. Besta salt í heimi. Þetta er flögusalt. Ég er alin upp við að salta svona. Þú veist. Ég er alveg upp, sorry, ég bara var að gera þetta áður en einhver annar gera þetta saltu staug, ég sá leikinn breytast þegar fólk vildi snerta saltið, mylja það sjálft gera svona og þá náttúrulega kom tyrkneski steikhúsareigandinn Salt Bay sem alveg bara vill fá saltið niður olbón en hvað gerir þið? Eru þið að stauga þetta, eru það að mylja þetta? Mylja. Ég er í þessu. Já, ég er í þessu Þú veist, ég vil flugurnar en þetta borsalt sem við ólumst upp við það er ekki málið, veist. Nei. Ok, er salt ekki bara efnasamband? Jú, örugglega, þú veist, en þetta hlýtur að vera samt einhver hollustumunur á sig eða skilur eitthvað svona og handla bragðmunur. Já, klárlega. Já, fannst ykkur hitsaltið ekki nóg salt? Ég skil ekki alveg. Ég veit ekki, kannski bara markasetningin á sem búin að ná manni, sko, ég veit það ekki. Ég er nefnilega að veita heldur ekki, en hafið tekið eftir að pipar virðist vera alveg óplægður akkurat. Það er engin með eitthvað, herru, ég með hennan righteous lífræna pipar sem alveg mylur og fólk ég. Þú veist, það er engin þar. Það er allir tilbúin að geta hvað pipar sem en við erum í saltinu, erum við bara, herru, ég dreig línuna. Það er enda frábær pæling. Þetta er bara smá eins og ilmkerti, skilur. Þú getur alveg farið í ískaran og keypt eitthvað ilmkerti, en þú veist, þú vilt hafa þetta næs 10 skona ilmkerti. Kaupir þú ilmkerti? Ó, já. Er það? Já. Og þess vegna er svona fín lykt hérna? Já. Shit. En þú veist, þetta er bara, þú veist, kaup bara gott ilmkerti, skilur, 10 skall. 10 skall, hvað brennur það hratt? 20 mínútum? Svona basic. 72. Og kveikir á því hverju kvöldið það? Nei, ég get ekki sagt það. Bara þegar kemur í heimsókn sem er ekki mjög oft. Þegar þið komið. Alltaf að kemur nýra það er fjalla ilmurinn. En þetta er bara risa fengur að hafa góð stöndu. Já, en við söltum þá þessi voice-skilabóð. Sko, ég reyndar veit að stundum er þetta ógeðslega pirrandi. Út af því að
mér finnst það sjálfum sko, eftir áður en ég fattaði 1,5 eða 2 þá átti ég erfitt með að hlusta á þetta. Það ég skal segja hvað þessi stuða með í þessu, það og það gæti verið, þú veist, yfirleitt ég segi fólk geta stuðið mig, þá það bara what? En mér finnst þetta breyta mér í eitthvað svona loftskeitamann, skilur, eins og ég sé ekki, það komin sending frá stjóranum, eitthvað nefnum að heyra hvað hann segir og eitthvað hérna og mér finnst þetta breyta samskiptum í ógeðslega svona eitthvað hérna er einn pæling á því ganli mér finnst bara eins og þú sért sko yfir með Facebook og ég sé lærlingur eða eitthvað þegar þú sendir þetta og ég eitthvað hlust, ekki hátt, nú hann að segja eitthvað hann fekk hugmynd hérna, þannig líður mér en kannski þetta eitthvað bara minnibóka mennska ég tek þessu en mér langar að spyrja öðru Dóri hvað þetta á höndunum maður? Þetta er vinnandi maður þetta er Kíti, þetta er Póli Úritan og hérna og ég að gera upp baðherbyggi heima á mér það er ennþá í gangi já, og hérna og eins og ég segi, ég býð alltaf eftir bara að Bauhaus sem er styrtaralli minn í því dæmi sendi bara leigumorðingja á mig sko, því að þeir hafa ekki heyrt í mér svo lengi og ég er búin að gera myndband og þú veist og ég held þeir eru líka bara af hverju finnst þér þetta svona erfitt við heldum að vera vanur maður en veistu hvað, ég að klára þetta og þetta baðherbyggi hvað stendur þetta núna? Ég er búin að flísalegja gólfið ég er búin að flísalegja sturtuklefann ég er búin að flísalegja kassan og ég er að fara að flísalegja veggina þegar það er klárt þá tengi ég sturtuna klósitið og vaskinn og þá er þetta orðið official baðherbyggi ég þarf að tengja þið við Hjalta í eiganda Túgas hann er á sama stað að þú, bara nákvæmlega sama stað þið varu flottir saman tengdu þá þið ætti að vera flott, þið getur unnið saman já, og tala saman í voice message flísalagnis ertu að fúa hérna ég er búin að vera fylgjast, hann er búin að vera svona 3 vikur að sínu baðherbyggi já hvað ert þú búin að lengi? Sko, ef þú myndir telja kannski vinnutímana þá væri það jafn mikið en ég bara fyrsta myndbandið birtist þarna síðasta sumar þá var ég að rífa út úr baðinu og þá var ég ógeðslega brattur og var bara taka 3 vikur og svo bara kom margt í ljós þegar að fara út úr baðinu sem flækti verkefnið endanlega mikið en veistu hvað, við sjáum fyrir endan á þessu og þetta verður tittó algjörlega og ekki klappið það og þá jafnvel getum við sendt út podcast af baðherbyggi það var verið í sturtu einn að skýta og finna þó sér hendan með og alveg crisp sound sko. Hvernig vikan er hans búin að vera? Bara mjög fín sko, ég fór í partí síðasta laugardag sem að ég var ekki exil stundum ef maður er í partí og maður veit að maður er elstur ég tók bara þetta, ég var elstur þetta það er bara hannig og hérna hver á næst elstur þetta? Það ekki hver, en hvað var hann gamall? Hann var svona 88 fara hátta okay, það er allt í lagi en þetta var svona, það var surrealist þema það var í Kramhúsinu og hérna, og það var öllum símanni voru teknar á okkur og maður læsti þeim einhvern veginn þannig að ég fann bara hversu mikill síma junkie maður er sko og það var líka bara alltaf bara svona moment sem hann það var skemmtileg moment svona, nei herru, ég er ekki þar, þetta var mjög næs En surrealist hérna þema, hvernig höndlaðir þú það í þínum klæðbyrði? Ég tók bara Kanye West grímuna hérna, Daft Punk feeling og var bara með hana sem er svona eiginlega mjög óhentu gríma því þú getur ekki verið að drekka þetta var svona eina ástæðan fyrir að ég myndi vera edrú í partí að ég gæti bara ekki drukkið skilur og hérna, maður var svona eiginlega, ég var eiginlega mjög ég var að reynast að vera með grímuna en þú veist, ég var oft með hana bara á hausnum svona. Það er líka alveg surrealist þá var vinur mér bara, þú verður að taka þessa út bara mjög weird með svona, þú veist, þegar konur sofa með svona, hvað er þetta, bonnet já, var svona þannig, sko, þannig að hann bara getur ekki verið elstur og með svona hettu á hausnum, sko shit, sem fólkstur allir úr hvaða gamli gaur með bonnet var þetta Big L tók Big L hana, en þetta var mjög skemmt þú settu líka á Storydanni hérna og varst í svona einhverjum fundraising það var valdilega foundation það mál er þér mjög nálægt hjartan eða ekki? Bara, já, mjög sko. Þannig að það var bara skemmtilegt það var svona gaman að fá innsinn inn í líf fína fólksins sko. Já, þú varst nú handa með keflingum Já, það er bara hvernig hafa keflingar það? Er ekki alltaf bara skemmtilega en þessi gæðir? Já, keflæk 2-3-10 En vikan þín Dóri, ég sé kýtt á höndunum aður, er eitthvað meira að gerast það? Sko, ég náttúrulega bara þú veist var að gera við baðherbyggi, var að í skilum á handriti sem var smá stress og svona og ég að lendi í því stundum að andinn kemur ekki yfir mig fyrir einn seinni part dagsins
þá þarf ég svona að loka að mér og taka óslega mikið pláss á heimilinu minn, vil ég ekki vera að trufla mig eða láta hundinn fara inn ég er að vinna og sem ángra mig sko, því yfirleitt ég hef alla mína vinnandi ævi verið svona morgunmaður, bara byrja á mótnana og ég finn að það að breytast og það ekkert sem ég get gert í því ég finn bara, ég vil einhvern veginn bara fór út að ganga með hundinn á mótnana og byrja að vinna kannski bara svona 2-3 einhvern veginn. Við lendum í smá tækni. Já, við erum smá tækni og við erum náttúrulega bara podcast í þróun. En Dóri, þú varst að segja að þú varst morgunmaður og ert núna að verða eftirmiddagsmaður. Já, svolítið og hérna, en ég líka var ef ég ætti að draga þessa viku saman í eitt, þá, þú veist, vann ég mikið í vikunni, var að skemmta, var með sýningu á 50 deginum, það gerðist sem gerist aldrei hjá mér að ég, sem sagt, það var hringt í mig á föstudeginum bara, herru, þú ætti að vera einn á giggi og þá bara einhverjum dagna hafði ekki komið inn á kalandri mitt og það var agalegt. Og hvernig er svo tilfinning? Hún er ömurleg. Hana aðeins. Ég hef alveg hoppað með bíl og bruna, þarna bara gat ég það ekki. Ég bara var einn með dreng og ég bara gat það ekki og þetta var ömurlegt. Bara, því miður, háleit skóli, bara sorry með mig og en ég ætla að bæta það með upp. Og svo allt í einu bara svona vaknaði ég á sunnudeginum og fattaði að ég hafði ekkert glatt mig helgina eftir erfiða viku og komst að því að all work and no play make story gay sko. Og ég var leiður skilur og alltaf eldi eitthvað en konan mér vildi bara flísalegja og hann hugsa bara ég ætla að vinna líka mikið í þessari viku og ég ætla að gera eitthvað skemmtilegt helgina. Þess næstu ekki? Já. Okay. Fíla það. Hvað það verður ég ekki hugmynd Eitt sem ég verður samt að spyrja þeim út af því að þú er unnið þú er borið þennan titil og þetta er svona orð sem ég hef alltaf heyrt og aldrei vita nákvæmlega hvað það er. Dramatúrg. Já. Please explain. Þetta er ekki flókin. Nei, þetta hljómar alveg bara eins og þetta ég veit ekki hvað, þú veist, þegar maður heyrir dramatúrg ég veit ekki hverju ég var búist við. Sko, ég skal segja þér eitt að dramatúrg er tvíþætt annarkot ertu dramatúrgur leikhúsins og þá ertu til dæmis bara svolítið að leggja til verkefnaval þegar verkefni er valið þá kannski stúderar það, gerir leikskrána setur það í samhengi við hitt og þetta og svona en svo það sem ég vel aðlega að vinna við er dramatúrgur með leikstjóra og það bara útskýrist þannig að aðstofa leikstjóri er ekki listrætt póstur það er meira framkvæmda póstur í leikhúsi þá ertu meira svona að tengja saman deildir, heyrðu þau búið að gera þetta það er að senda út þetta, draga saman þá ertu svolítið mikið bara mikið að handafli og meðan dramatúrgur er í raun það sem fólk heldur aðstofaleikstjóri gerir hann er listræn aðstofamaður leikstjóra og svona horfir hlutlægt á sýninguna og segir hvað hann finnst og vinnur og svo reynir leikstjórunum að komast nær sína á þetta sko þannig að basically er þetta bara listræn aðstofaleikstjóri. Þetta er svona, ef við tökum þetta á íþrótta þegar ég verð alltaf að einhvern veginn tengja við það sem ég elska tengja íþróttir. Þannig að við erum með þjálfara sem er leikstjórinn og við erum með 2 aðstofþjálfara. Annar aðstofþjálfarinn er að sjá um að boða leikmenn á æfingar og halda utan um keilurnar og svona og hinn er í taktísku vinnunni. Já. Þannig að þú ert í þetta er taktíska vinnan. Kallar það þann mann ekki neitt? Leikreinanda? Nei. Já, ég meina það eru bara aðstofþjálfarar með mismunandi hlutverk. Þannig að þú veist, þú varir in the coaching staff og varir svona Þegar þú sendir mig voice-skilabóð líður mér eins og ég og Danni séum aðstofa þjálfararnir. Já, ok. Mér finnst þetta mjög gaman ég hef látið líða svona. Það er bara, ég er upp með mér. Jæja, Kjartan, hvað gerðið þú í vikunni sem leið? Ég fór í pólitík. Wow. Þú steikst inn í hringleikahús stjórnmálana. Já. Þetta er alvöru bomba. En þú ert að fara að sveita sönda megin. Já, þetta er náttúrulega bara svona maður er að huga nærumhverfinu og það er bara skemmtilegt, þetta er búið að vera alveg svona svolítið í nokkuð góðan tíma í bígerð og skemmtilegt sko. Ég er bara mjög spenntur. Og þú ert að fara inn í Garðabæ? Í Garðabæ, fyrir samfélguna. Álftanes er hluti af? Já, og sko ég náttúrulega ólst upp á Álftanesinu eins og þið vitið, búin að búa í Garðabænum svona eiginlega alla mína fullorðinsævi þannig lagað, svona langstærstan hluta síðan við fórum að búa búin að búa 3 mismunandi stöðum í Garðabæ semst gamla Garðabænum og svo er ég náttúrulega búin að þjálfa fyrir bæði félögin, bæði stóru í þetta félögin í bænum Leika jólasvein já jólin já, algjörlega
á aðfangadag. Já. Það er enda góða punktur, en ég hef komið inn á mörg heimil Það er eiginlega það eina sem þú átt eftir í sem bæjarfélag að þú getur gert svona og fara í bæjarstjórn. fara í bæjarstjórn. Þannig að já, þetta var bara þegar ég fór að hugsa þetta, fannst mér þetta ótrúlega skemmtileg tilhugsun og svo líka til þess að bæta ofana, þannig að fór ég í stjórnmálafræði og ég skrifaði BA-ritgerðina mína stjórnmálasögu Álftanes. Þannig að ég þekki þetta svona eins vel held ég Þú og getur ekki lána mér eintaka. Já, ég get gert það bara ef við lókar að lesa Það er búið eyðin á skemmunni. Herru, en hvað ertu að berjast fyrir hérna? Með fleiri róna í Garðabæinn? Sko, hugsa þetta bara heildrænt. Hugsa þetta bara mjög heildrænt. Ég sé þetta í svona 3 stórum póstum, nú erum við komin í pólitíkina. Sko. Já, ég veit maður að leiða þetta. Ég sé þetta sko sem fjölskyldubæinn Garðabæ Já. og allt sem er þar undir, svo sé ég þetta sem þjónustubæinn Garðabæ, því að mér veist að bæjarstjórnir og allir sem er í bæjarpólitík og bara pólitík þetta er þjónustustarf og mér veist mjög mikilvægt að stjórnvöld séu, eða sko, að þetta sé leiðbeinandi stjórnvald, eins og sagt er að þegar þú kemur með eitthvað erindi, að þeir sé komið áfram á rétta staði á svona með eins mikil skilvirkni hægt er, þannig að þú þurfir ekki að eyða miklum tíma sem borgari, skilurðu. Að það sé bara stuttar boðleiðir og bara allt búm, svo sé þetta sem skapandi bæinn, Garðabæ. Og þar kemur inn í svona ákveðin frumkvöðlastarfsemi og við erum með projekt sem við munum kynna fyrir fólki þegar framleiða stundir sem er þar. Þannig að ég sé þetta í svona sem 3 póstum og ég er náttúrulega, svona stærsti póstur er náttúrulega fjölskyldubæinn Garðabæjar og þar kem ég inn með svona, hafandi verið faðir 2 stúlkna, önnur sem er að byrja í grunnskóla og önnur sem er búið með hann og svona búin að fara gegnum skólakerfið og íþróttakerfið í Garðabæ og svo búin að vera 20 ára á gólfinu að þjálfa 20 ára rúm, þannig að bara mjög gaman sko. En þú, við skulum, það er náttúrulega þetta er körfuboltamanna. Já, Hlynur Bærings er þarna. Hlynur Bærings er á mótið þér. Við náttúrulega erum fínir félagar, unnum saman í Stjörnunni í einhver 2-3-4 ár. En nú munið þið hatast. Já, þannig að nei. Ætlar að draga ykkur á fleiri körfuboltamennir? Það er ungur þjálfari, það er 23 ára strákur sem er á lista hjá okkur í 5. sæti. Hann kallar Öddi, Ögmundur Árni. Hann er efnilegasti þjálfari á landinu, þannig að hann er í körfuboltan, mjög efnileg. Hann er komin í starfsliðið hjá U16 ára landsliðinu. Er slengið Garðabæ, er það G-Town? Ég var að... Sko, var það ekki alltaf Gráur? Jú, ég mitt var í beiti við fólk Garðabæ. Já. Ég bara, er ekki Gráur? En sko... Ég veit hvað það, Garden State. En sko, Garðabær er... Mundu segja, sorry ég verið að droppa ykkur bombina. Þetta er minnst elskaða sveitafélagi á höfuðborgarsvæðinu. Er það? Nei, það var það kannski einu sinni, einhvern veginn, og þú veist, það koma ríkir gleðileg krakkar úr Garðabæ og svona. Mér finnst þetta skemmtileg, sko, en já, það er kannski bara hot take. Það er náttúrulega, einhvern veginn, hefur verið svolítið samþykkt að láta Garðbænga heyra það. Já, það hefur verið gert, en þú veist, það er náttúrulega talað við Hafnfirðinga eins og þau séu bara, sko, þriðja heimsland, sko. Já, og það er náttúrulega, það var upp allan okkar uppvöxt. Já. Er bífið Garðabær Hafnarfjörður? Er eitthvað bíf í gangi bara yfir höfuð? Hvað meinarðu? Vesturbæingar eru hataðir, bara, þú veist, það verður Vesturbænum, þú veist, bara, hvað viltu ekki bara fara í vaxjaka og drekka lattebolla, einhvern veginn, þú veist. Já, það er enda rétt. Það er enda rétt. Við skulum ekki láta þess að þetta sé ekki þarna, en ég er að hugsa hvort að Vesturbæingar sé búin að vera að taka svolítið af þessum hverfa hita frá Garðabænum. En hvað eru samþyktustu hverfin og bæjarnir? Er Grafavogurinn, er einhver að fara í þínar æsku stöðvar, þannig? Ég náttúrulega þú veist, ég flutti upp í Grafavog eftir 8. bekk. Sérðu hvernig hann talar um Grafavog? Hann getur aldrei minnst á Grafavog nema sagt að búið í Breiðholtinu. Já, þannig ég kemur Breiðholtinu, búin að vinna, ég er Ronaldo, búin að vinna allt þar, en ég þurfti bara eitthvað annað að vinna. Ég veit ekki, Grafavogurinn er bara svona, þetta er náttúrulega eyja, sko, eða sem ég eyja, sko. Þú ferði ykkur að brúa þarna og það er bara hlutir að gera þar sem enginn tala um, sko. Og ég hugsa, já. En sko, ef þú ert úr Laugadalnum eða Breiðholti, það er öndina. Sko, Laugadalur... Fólki finnst það mjög solid, svona, og er ekkert að fokki þér. Það er ekkert eitthvað, það var í Laugadalslauna, það er ekkert ég. Það er engin með skæting við, þú segist úr Laugadalum. Vesturbærin fær mikinn hita. Garðabærin fær hita. Hafnarfjörður fékk hita, það er búið. Já. Það er svona, einhvern veginn, sú lind er uppþornuð einhvern veginn af... Hafnfirðingar hefndu sín svolítið bara með því að, þú veist, bara
margir að hætta að fara til Reykjavíkur þeir gerðu mjög sustainable samfélag þarna bara fyrir og Hafnfirðinga er með sín öfluga miðbæ einhvern veginn Aldum sustainable talandum sustainable Það er salt það er svoleiðis, þeir eru bara að vinna salt þarna Hafnfirðingar í garðinum heima á sér er sko allir Hafnarfjörður sé svona með best hefnaða miðsvæðið af svona bæjónum Selfoss núna kom sterkur inn Akureyri, við getum eiginlega ekki tala Akureyri með Akureyri út á landi og Selfoss er ennþá Selfoss fyrir mér mun alltaf vera Atlanta Íslands af því það er the gateway to the south sko, það er alveg rétt við sagði sko. Ég held að Laugardalur sé svona best séðasta hverfið og Þróttur með það er allir bara eitthvað Þróttarnir eins og hressur og kátur og það er eitthvað neginn ef við ekki að segja bara að Laugardalurinn sé svona best þeir eru alltaf að pípa þessi ekki með íþróttahús greið krakkandi þeir eru með Laugardalshöllina getið ekki nýtt hana í eitthvað og þeir vita að þetta er kallað LA engin fleiri partí í LA það er svoleiðis LA gengið það er frábært viðnefni líka sko. skilur á hverfi LA þetta er mjög Fossvogurinn hann er on the come up sko og hérna er það? Já, veistu hvað er hann ekki að verða þú veist, nýju Vesturbær Garðabær svona, er ekki fólk að fara það svona veistu að Auddi Blö smells money hana veistu það, hann er að opna veitingastæðna það er alltaf að fara í húrrandi gang það er geðveik pizza ég myndi segja, reyndar Álftanesi, Fossvogurinn þar eru geðveika pítsur það er hérna, hvað heitir þetta eldofnin og svo forsetin í Álftanesi geðveika pítsur og ég hjólaði þarna frá Skerjafirðinum og í Bjallárdal í síðasta sumar þetta er stemning ég held að segja þetta er flott hverri sko. Þetta er flott hverri en þetta er sko, út af því við vorum að tala um aðeins um Garðabæn þetta er líka það sem er að gerast í Garðabæn sem er mjög skemmtilegt, það er að verða svona þú veist með svona sérstöð út á Álftanesi út með Urriðaholtið og sem er svona það sem er að verða til líka bragur á því hverfi skilji sem það bara svona verður einhver sál í hverfunum skilji en þið bjögguðu til miðbæ í kringum bílastæði Já, þetta er allt sem það þarf að skoða Ætlar þú að berjast fyrir einhvern? Ég held að fólk vilji vita þetta sem ætlar að ég meina það mun koma og ég mun droppa hérna stefnum ég vil ekki drekja fólki hérna en það er ýmislegt sem að ég sé sem er strax hægt að fara í og þú veist, ég vil eitthvað líka bara því maður er sjálfur óþolumóður og maður vil bara byrja strax ég segi sko til dæmis bæjarhátíð í Garðabæ efna til samkeppni bara við höfum bara samkeppni og svo kjósum við bara en það er jazzhátíðin er geggjuð og sko það sem er líka hún er aðna hjá bílastæðin það sem er vannmetið þegar við horfum á Garðabæn því að þegar ég ólst upp í Garðabænum það var engin jazzhátíð það var hérna ég segi bara svo ef ég segir, engan jazz hér þegar ég ólst upp í Garðabænum þá var ég náttúrulega og það er náttúrulega hvernig ég kem inn í bæjarins ég kem úr Conspiracy Crew og við fengum að æfa hérna í Sveinatungu fengum aðstöðu það er svo að segja okkur frá rappi árið 1790 og við vorum með það var æfingaðstæða fengum að æfa hann í Sveinatungu það var æfingaðstæða sem heit Sveinatunga og þar vorum við að æfa og hverju voru að æfa hérna dikta, mínus ég veit ekki hvort of Monsters and Men kemur hérna upp líka var í Sveinatunga þau voru í Garðalundi og það var mjög svona mikil áhersla lögð á skapandi listir þar Ragnar Gröndal og Conspiracy Crew getur þú tekið tjantið sem þið tókuð hérna þegar einskilt sem ég sá okkur það var að skrekka það ekki það var í hérna Samfés og getur þú tekið Garðabæ tjantið, sorry Garðabæ, what time is it? It's time to get live, time to represent Garðabæ, what time is it? Og þarna var Mr. Silla líka að rappa Já, ok Var það ekki? Var hún ekki? Hvar? Með okkur? Já. Nei, Alma í Nælon Nælon var að rappa, en Mr. Silla var að rappa og hún var bara líka að taka átt í Samfés og var að gera eitthvað og þetta var eiginlega þessi keppni, þetta var þannig fyrir fólk sem veit ekki, þetta var hérna söngakeppni grunnskólana og við vorum á heimavelli og það var dregið röðina hvernig það komst fram, við komum fram fyrst og þegar kynnirinn er búin að kynna okkur inn, þá erum við ennþá fyrir aftan og byrjum að tjanta þetta og koma á sviðið og þetta var svona sitjandi partí sko og það stóð alveg fullt við áttum svona marga vinu Kópavogi og Hafnarfirði og þeir stóð allir upp og komu að sviðinu þetta urðu bara svona tónleikar svo voru við bara búnir og allt alveg crazy og ég man ennþá sko því að þegar við fórum í gegnum undankeppnina í Garðaskóla til þess að fátaka þátt í þessu þá vorum við að keppa við Ragnheiði Gröndal og hún var náttúrulega bara a beast í þessu og ég bara man skilur, þú veist, ég man þegar við kláruðum þar þá var ég bara svona ok, þetta var gott ég var með sömu tilfinningu eftir Samfés
meira sér betri og ég hugsaði bara við erum bara að fara vallt yfir þessa keppni og þannig að við býðum allir klára og svo að vera að lesa upp hverjir unnu og það alltaf byrjaði á 3. sætinu og ég man í Garðabænum þú veist, þegar það var að lesa upp í undankeppninni þá var ég alveg bara svona, ekki við þá voru ekki við svo kemur annað sæti og þá er bara svona please raka og það er raka og þá vissi ég við vorum að horfa að vinna og ég var í sömu pælingum þarna skiljiði í samfélags ég bara ekki við vorum ekki 3, vorum ekki öðru og ég bara bara staðin upp á sætinu og svo unnuði ekki og það eiginlega besta sem gæti komið fyrir var að þú veist, við unnum ekki því að allir félagar okkar þeir trilltust og gengu út og fóru bara út þú veist, það verið að lýsa atbyrðum sem gerast Hverjir voru í kostbyrg? Það voru Einir og Birkir þeir eru mjög dáðir sinnir Garðabæjar þeir eru Garðabæjar já, þeir eru bara, og Birkir er í frambóði fyrir Sjálfstæðisflokkin Þetta er bara svona bræðravík sem er í gangi það er ekki hjálp Takk kærlega fyrir þetta Þeir ekki að taka næsta sponsor Tökum næsta sponsor, við skulum bara vinda okkur úr rappi í Garðabænum beint í næsta sponsor Það er, getur sagt ykkur Bílasalar Reykjavíkur, það er Maggi Nója Það er bílvíkunar með okkur frá fyrsta degi og það er Þetta er Jeep Gladiator iCamper, þetta er bíll fyrir útvistamannin og útvista konuna og útvista fjölskylduna nýskráður 2014 þetta er nýr bíll, hann er sér kerið 5.000 km, rétt bara búið að velja vélinn í honum, hann gengur fyrir díseli sem fæst á spotprís núna eftir að við slóum niður vörugjöld af olíu sjálfskiptu bíll sem ætti nú einfalt akturinn og það er hægt að setja 5 dýr hann inn fyrir þetta 16,5 miljón sem er nú Maggi Nója ekki neitt við erum eftir fyrsta þátt þá fengum við bara frá góðum og stöndugum mönnum með góð og stöndug fyrirtæki og segja, er Maggi Nója bílasali? Új, hvað er nett þú veit það að gegja maður hann að bílasalar Reykjavíkur.is og meiri segja fólk á að gefna á þessum bíl og bara hveti okkur að fara niður til að sjá hann áður en að vera settur í umferðinu þetta er býst sko, þetta er býst á einum og að eiga bíl sem heitir Jeep Gladiator þetta er svo hár test í þessu þetta er testa það eina sem væri herra testi ef að Gladiator væri vitlu skrifað með K.E. Gladiator það væri, ég er búin að sjá menn, það er við sko hátesta vísbending er ef þú ert að posta sjálfshjálpar quotes sem eru stafsett vittlust á netinu það er hæsti test þá hafðir ekki fyrir því að googla þau og hafðir ekki fyrir því að bara að þykjast kunna íslensk þú skrifar eftir eigin höfði það sem eina sem væri herra væri ef það væri sendt í voice message það væri ennþá herri test er test í því það er test í því það er þess sem okkur danna finnst það svo móðgandi þú finnst við vera konar ég er nefnilega í annari grúpu sem heldur utan sunnudagsmessuna og svona knattspyrnuumfjöllun á sín þar nota ég mikið voice message þannig að ég ætla að hætta þig líka þar ég er með hálfgert samvinskupið ég skal bara viðurkenna það já, þetta var sem við höfum lamið með fisk síðasta sem ég vil gera er að móðga fólk sko. það er sérstaklega sko ykkur hvert myndið þú fara á Jeep Gladiator camper, Danni? Ég myndi fara upp á jökul sko. Hún myndi fara upp á jökul, markera bílnum steikjaði bacon og eggarn aftur í einhverju haganlegri innstungu, heyra dísilvélina matla í snjónum og vita að þú ert á góðum stað, er það ekki? Já. Og bara Maggi Nója bara, þið getið bara, við þurfum að redda einhverjum kóða sko, bara betri flesti kóða Já, fáði helmings afslátt á bíl fáði þennan bíl á 8 kúlur fríar móttur en líka bara fara og láta Nójun afgreiða sig sko. Nei, ég menna þetta er bara eins og bara færi bara Old Trafford og Alex Ferguson væri bara með þér allir tíma sko, við þurfum eiginlega að setja svo færi Old Trafford og Alex Ferguson var að selja þig bíl af bílastæð það var þetta mjög góð Nójan Danni í DJ-leiknum hvað þýðir Maggi Paranoia? Hann var svona örlega mixa hip-hopi og drum and bass á hann back in the day sko. og hann var náttúrulega bara geggjaði DJ hann var alltaf bara hann gáði mixtapein sem þið voru á og bara geggjaði DJ ég man eftir einu mixtape sem hann gáði og þar var hérna eitthvað þú veist, nú voru að fara eitthvað algjör nýstóti með Josh Martinez lagi muni eftir þessu mixtape þið eru náttúrulega á þessu mixtape við erum á þessu mixtape, hvaða lag voru við og sér varst þú með hérna voðalega skrítið með eini mér finnst það voðalega skrítið að þeir sem eiga mikið þeir eiga allt og mikið það gæti verið lægið þitt fyrir herferðina
Herru, en við segjum bara við ykkur að öllum kaupum yfir 26 milljónir hjá Bílasölu Reykjavíkur fylgir nýtt mixtape í græjunum frá Magga Barnói sem eru með Joss Martínez og Dóra Díana enga mixtape sem þið fáið og allt í góðu með það. Færum okkur þá yfir í, og við höldum okkur rappinu, færum okkur yfir í smá powerrank. 5 bestu íslensku rappararnir allra tíma. Ég er náttúrulega bryttað upp á þessum samræðum á Twitter og hélt að er allt brjálað einhvern veginn, en það voru bara einhverju 2 gaurar sem kommentuðu eitthvað hérna. Ég er með mjög sterkar tilfinningar yfir þessu, þegar við erum alltaf búin að vera hluti af senunni og þekkjum þetta. Ég er ekki búin að sjá hana lista hjá þér. Já, ég er náttúrulega og þetta er náttúrulega minn listi, hann inniheldur líka svolítið svona gamla hunda og hérna, en ég skal segja hver hann er og ég er ekki með hann ég er ekki búin að raða innan listans. Okay. Þannig að þetta er mengi meira. Og hjá mér núna eru þetta Elvar Seppi úr Afkvæmi Guðuna sem mér finnst bara ennþá í þeirri tóni sem Afkvæmi Guðuna er gefið út bara vera dundur MC og mér finnst leikni hans í tungumálinu og hvernig hann rímar og hvernig hann hægir á flæðinu sínu og svona og hvað hann tekst að vera skýr þáttur að segja mikið, minnst hann hérna geggjaður og einna frumkvölunum í atkvæðarými og hérna, og ég meina hvað sagði hann hérna ég fór heimreiðinni á heimleiðinni í heimreiðinni þú veist, mér finnst hann bara ofsniður einhvern veginn, hann gleði mig alltaf hann Elvar og mér finnst hann vera powerplayer og hérna svo ætla ég bara að setja bara Gústaf Flöskuðaninn Næturgalan herra tómatafnæmi band Næturgalinn sjálfur Hvað með þetta tómatánumi? Við erum að tala um Ágúst Bent. Við erum að tala um Ágúst Bent með tómatánumi og þetta tómatánumi, hann greindi það eitthvað sjálfur og hann kemur í vígahug inn á alla veitingastæði og svona byrjar á því að bara saka kokkin að reyna að gefa sér tómata og það getur verið og hann er bara eitthvað, við ekki með tómatánumi og fyrir vikið er alltaf verið að lauma tómat í matur hans. Hefur þú vitnað þessu þannig? Ég sé þetta, það er svo fyndið að kemur inn og Bent náttúrulega er bara, við þekkjum hann Bent ljúlingur sko, en hann bara þekkjar hann ekki, hann er mjög í einhverju hættubissu. Ósla massaður. Já, eru þið með tómata hérna? Ég er með ónum fyrir tómatum, ok? Nei, er ykkur tómatar í þetta? Hann er smá skelfir með þetta tómatánum. Sko Bent hérna, þegar hann fekk áhuga á blöndum bardaglistum, þá fengum við svolítið að finna fyrir því. Upp í hérna Múlan stúdíó þegar hengum mikið þar. Ég var líka með hann áhuga, ég fekk að finna fyrir þessu miklu meira sko. Hann, maður satt kannski bara í einhverjum hægindastól og hafa það næs og þá fór hann tók mann eitthvað læst í löppunum á mann og let mann tappa út. Ég veit það. Mikið í því sko. Hann er svona old school fantur svolítið en hérna geggjaður rappari og mér að Bent nálgast er ennþá upp there, þú veist, erindir hans í Rottvarilögunum bara hérna hann sem gestur einhvern veginn, hann er bara ennþá, þú veist, all time great finnst mér. Svo til að halda áfram gamlingjónum, þá held ég að engin svona listi geti verið án Erps. Bara hann er svo rosalega atkvæðamikill og hann hefur aldrei farið í lægð og hann hefur aldrei horfið og hann hefur aldrei eitthvað í kompakið, hann er bara þessi við köllum, hann er samur og jafn og menna það er partí Kópavog og ég og það stoppar aldrei því menn er á ég og hérna og þú veist, mér finnst hann bara vera snillingur og mér finnst hérna má ég koma aftur heim hún er á marathon-túr og rústar hilli íbúð en ég sver på þennan punga ég hef alltaf verið trúr ég bara hata að vera þekktur af því Erpur þá hlýti ég að vera negla aðra stelpur djöfisins ógeð ertum á þú veist ég dyrkan og mér finnst hérna við erum fulli lengi því að það er Airwaves hérna, mér finnst hann bara meistari, einhvern veginn og hann er aldrei með flóknasta rýmið eða einhvern veginn þú veist, að pæla í því hvað er að gerast í útlöndu núna og reyna íslenska, hann er bara hann og einhvern veginn og ég er ekki að segja þessi vond. Nei, og mér finnst hann líka sko það sem að ég er alveg saman, hann er á listanum hjá mér líka og Bent líka og Seppi kemur aldrei greina en hérna það sem að Erpur hefur líka er svona hann leikur sér því að þú veist ég man þegar við vorum að skrifa og þá var þetta bara að hugsa í línunum sko hann leikur sér alveg að kötta línur í tvent eða kemur með eitthvað svona öðru sér innrým og hann er bara algjörlega svona einhvern veginn með strígan opinn. Það er þessi dönsku áhrif einhvern veginn, hvernig hann byggir upp rýminnar þetta er aldrei hefðbundna 16 einhvern veginn og hérna mikið af skemmtilegum frösum, hann er bara fyrsta íslenska rapp
súpustjarnan og svona og þá ætti ég kannski að fara næst í svona mann sem verður kannski talin kannski svolítið afkvæmi hans sem Herran Heiðursmjör Okay. og þetta þú veist leið og einhver fer að gera poptónlist þá svona stefnir hann sínum trúveruleika í því sem við erum að tala einhvern veginn, svona top MC-ing kannski í hættu en mér finnst Árni bara þú veist, hann rappar alltaf það sama bara, þú veist I don't care, hann hefur ekki sagt mér það sama í neinni línu mér finnst þegar hann fer á stað þú veist, ég með á heilanum í þessu lagi hans með Sandpíp núna þegar hann kemur hann ég á Spáni akkurat núna börnin og frúna, mér finnst það bara svona það er meiri neyri línunum, skilur, hann var á Spáni hann var með mæk að taka þetta upp inn á baðherbyggi þú ferð inn í heiminn sem hann að sína algjörlega, hann er arkitektur í rímunum hans, hann byggir hús hann byggðir inn einhvern veginn og minnst hann aldrei endur taka sig og minnst hann vera sniður minnst hann vera tæknilegur minnst hann gera alltaf það sem bítið þarf á því að halda akkurat, það er frábært orð íþróttaheimin að tala að sumi leikmenn sé einhvern veginn að þeir vilja sjá leikinn þú veist eins og Aron Pálmarsson í handbolta hann horfir á leikinn af bekknum hann fer inn og hann það sem liðinu vantar í þessum leik og mér finnst hann alltaf finna eitthvað hvað þetta beat að segja þú veist á að syngja á að gera þetta og hann það sem vantar skilur og fullkomnara hann finnst hann perfekt og svo kem ég kannski með eitt sem ekki umdeilt og það bara Gísli Pálmi ég var að keyra norður og við hlustum á plötunas og Gísli Pálmi náttúrulega hann hefur ekki gefið út mikið efni þannig sem með við hinna ein plata og svo bara lög og hann átti náttúrulega þetta run þegar hann kemur fyrst fram það er DMX late 90s run það er DMX late 90s run þetta er It's Dark and Hell is Hot sem geðveikt nafn á plötu og ég var bara að hlusta á þetta allt og þetta þú veist, þú stundum þarft að spila þetta hægt til að sjá hvað þetta er mikil snilld og hvað honum tókst að gera þetta svona kannski bófa hinum megin við undirheima línuna einhvern veginn, hvað tókst að gera það effortless og hans á meðan mist allir svona, flestir aðri rembast svolítið við það, skilur og bara Gísli bara stórkostlegur MC skilur, og hann hefur rosalega mikið kontról á þessu dæmi sko. Þetta eru mínir 5 ég er með 4 sömu og þú alveg bara fyrir mér og það er eina fasta skoðun sem ég hef á þessum ég veist Erpur vera bara, ef það væri gert svona eitthvað Mount Rushmore á íslensku röppurum þá væri Erpur á því fjalli og það er bara óumdeilt svo myndi ég segja sko Bent svona, þú veist, með honum og Bent höfðar til annars hóps einhvern veginn, það er ótrúlega margir svona einhvern veginn bara fer eitthvað partí með einhverjum sjórum eða eitthvað skilji og þeir elska Bent, veit ég hvað ég meina og hann er náttúrulega líka þú veist, hann á lög og fór í þetta side project með Sjöberg þar sem hann svona fer í meira svona kannski, hefur segja, ljóðrætni tónlist eitthvað svo leiðist, þú veist. Já, svo bara líka Rottweiler hundur, sólplatan hans meina, það er svo mikið móða á gluggunum og príkinu skilur, þar fannst mér hann svona takast að halda í þetta svona list og aðferðir en gera bangers og hann á, ef ég var í Jesú sem er frábært lag, fullt af svona sem Bent hefur, þannig að mér finnst Bent vera með Erpi hana, skilur, bara þeir eru þar en svona þannig þeir eru svona hlið við hlið frá Erp svona þetta lineage, þar ertu með annars vegar Gísla Pálma sem fer með það svona í þess að eins og segir svona þetta gangstara element en stjarna, þannig ber ofan í fyrsta lagin sem hann gefur út og það svona því mann bara það var svona hann var bara 50-50, þú fílar hann eða bara fílar hann alls ekki í byrjun skilur og þú veist svona hvað við segja, hliðin sem fílaði hann, hún vann skilur, bara platan hans var þannig og hann svona einhvern veginn bara hann var konsistent og þessi fyrstu þetta sumar hann sem hann átti þegar Harka og öll þessi lögur að koma út setni í gang, náttúrulega byrjar þetta og 95 lagi og þú er bara svo mikið og fer með þetta svo margar áttir, svo ertu með Herra fyrir mér eru þessi 4 því að Herra líka, hvernig hann tekur þetta element inn í Ice Guys líka er alveg mjög áhugavert skilur, hann bara rappari sem fer inn í Ice Guys og einhvern veginn samt heldur hann einhvern veginn tækninu og öllu og þú veist Elli Egils var veggi, þetta er bara frábært rapplag sem verður mjög mainstream þessi 4 eru og svo er alveg svona þú veist, fyrir mér mjög debatable hver er 50
Já, ég meina það eru eiga mennan á tilkall, ég meina þú veist, MC Gauti búin að hann átti rosa run. hann er líklega af þessum sem við höfum nefnt, þú veist, hann er líklega hitmakerinn í hópnum, skilur, hann bara dælir út hits og rönni þarna sem hann átti þegar hann gáði tölvuleikin og svo komur svo 2-3 plötur sem allar einhvern veginn slói gegnum. Já, og svo kom smá þögn og svo allt í henni kemur hérna bara, ég alinn upp að Malbyggi og það bara hittaði alveg út all land, skilur. Ég man ennþá, sko, við vorum saman á Spáni einhvern tímann. Akkurat núna? Já, við vorum akkurat núna. Það nú frúna. Og þar fór hann við vorum á hérna Svölum á einhverju hóteli og hann var að frumflytja Silfurskottu og þá plötu alla Sturluð plata og ég man bara, þegar ég heyrði Silfurskottu á Svölum á Spáni fyrsta skipti löggan, eða security fyrst kom security og svo kom löggan hana og þegar við vorum að spila hana bara, þetta var seint kvöld og það þurfti bara að spila þessa tónlist svona hvort það var bara security koma aftur og við bara endum með að slökka á þessu það var magnað og þannig að ég alveg MC Gauti kemur mjög sterklega til greina. Annar sem að mér finnst koma til greina sem kannski, ég veit ekki hvort það sé eitthvað hot take, Helgi Sæmundur Evil Mind. Þetta hot take, ég myndi segja svona að Arnar Freyr hafi svona hjá leikmönnum verið svona talin betri MC en hann, skilur Versið í 100 skall eða 100.000 heitir það, 100 skall þetta geggjað að laga líka Steinbítur, en 100.000 á blöðinu sem brennum allt ára á 2 heimar, 2 plánutur þannig að ég blanda saman Bubba og gerðu það bara? Já, 2 heimar. Það var eftir hann gátt konur? Já, það bara eitt af mínum uppáhaldsvörsum og Helgi hann bara, það alltaf eitthvað í honum sem tala til mig, ég fíla líka talandi tungu Arnar, mér finnst Arnar vera að sleikja sinni þannig að lista, mér finnst Helgi geggjaður, mér finnst Arnar bara, þú veist, hann kom með nýtt flæði í leikinn, hann bara auðvitað ekki, mér finnst oft það sem hann segir bara svona resonansa við hjartalag mitt, einhvern veginn Svo því að við vorum hérna í svona þetta var svona skiptist í einhverja hópa á sínu tíma, þú veist, þetta svona ég alltaf svona, maður sé rappi svona, þetta svona voru eiginlega 2 fjölskyldur, en ekki það að vera eitthvað stríð á milli, sko, en þú veist, Forgotten Lore-skaurarnir, Klass B og Birki B. Birki B gerir alltaf lag með okkur. En svo, sko, en svo þetta flókið, að því Diddy Fel á eiginlega sína bestu MC-moment eftir Forgotten Lore, þú veist, Diddy Fel í hesthúsinu, Unplayable það plata sem að, þú veist, hefur verið bara í bílnum mínum til diskur og ég bara, þú veist, það geðveik plata ég rappkóngurinn, þú veist, þetta alveg shit ég æsi svo mikið, ég tala íslenskt rap, það skemmtilegast í tala þú veist, og svo ertu líka ákveð með alla Forgotten Lore-skurinn, allir 3 eiga tilkall top 10 alltaf, skilur og svo ertu með bara Birni bara feiknar MC, skilur og bara stórstjarna svona mér persónlega dýrka Stjána, þú veist, mér finnst bara enginn hafa komið sagt jafn intellektual hluti og Stjáni Rím, en hann er ekki allra svo, þú veist, Alli Jarl fyrir mér, hann giggaði í fertusammalinu mínu, skilur, mér finnst hann vera einhvern veginn, hollin skollin, skilur, hann er eiland eins og Logi Petró sagði í íslensku rappi og þú veist, og hann bara er með sinn pródúser og gerir sína beats líka og mér finnst hann gera eitthvað algjörlega uník margir góðir, þú veist, Sankt Pete, skilur, hann er með minnsta, þú veist, við erum heilt fæst lögin frá honum, en bara það sem hefur komið nú þegar, skilur Saint Pete lætur mér líða eins og mér leið þegar ég var að hlusta á íslenskt rap í gamla daga, algjörlega, skilur, hann svona, ég er bara spenntur að heyra næstu línu og þannig, það er bara mjög langt síðan að mér er liðið þannig og ég er mjög mikill aðdáandi hans, mjög mikill geggjaður ég bara get ekki endurtekja nóg oft ég er algjör boss, ég er með aldrei Hugo glímið margt, með svartbelti judo, þú veist, þetta er bara tek stórskrif í leiknum eins og Antetokounmpo sem er mjög svona góð því að Giannis Antetokounmpo, körfuboltamaður, hann er þekktur fyrir að taka mjög stór skref þú veist, þetta er bara og þegar hann hérna í rigningu stók, þú veist, hann er með fótboltalínur þú veist, bara geggjaður, framtíðin er hans, skilur, en við erum svona, ég heldur séum kannski meira sammála um top 10 lista, það spurði ykkur hérna á Cell 7 ekki að vera á listanum og ég hugsaði, hún er top 20 því að mér finnst Hildapakkin hjá Cell 7 alltaf svona
stærri en MC-ið hennar sko, fyrir mér ein besta live frammistaða sem ég man eftir í íslensku rappi var uppbytun fyrir Fugees tónleikana svona 96 Subterranean, Cell 7 ég hef bara ekki séð jafn mikla stjörnu fæðast eins og á þeim tónleikum það verður alltaf greift í mínu minni sko. Svakalegt dæmi eitthvað sagði Móri og ég sagði þú veist, ég hef alltaf fílað Móra sem MC en líka bara út af hvað hann var svona einfaldur í uppbyggingu og svona og þar fannst mér hildarpakkin Móri, Atvinnu Grimmi, platan geðveik plata en það var hildir sem var svo geðveik ekkert endilega hvernig hann MC-aði þetta skilur en enga síður hennar brotni taktur það var geggja lag en talandum Post á vog en þar var ekki kjaftur en talandum rap þá eru að fara í gang rosalegur tónleikar 24. mars já það stytta, það bara vik í það það Mobb Deep og Big Noit fáðu klapp já, fáðu með allt en við þurfum aðeins að segja sko, þú veist og þar verða Subterranean þeirra hittu það er búið ræs út ímsa gamla geggjara ekki okkur nei, við munum þegar Ghostface Killah kemur næst verður kallaði strákana skilju, býtu bara og þetta verður KR-höllinni 2004 stubb.is/Mobb Deep og ekki bara þú veist að Havok sé að mæta náttúrulega Prodigy er gone sko hann látin að Big Noit sem á fyrir mér ég eiginlega bara spenntar fyrir Big Noit ég jafn spenntur fyrir Big Noit því Big Noit á bestu línu rapsögunar you know my stilo, even pack my gat when I go see my P.O. Sen DJ LES þetta svo, bara greinum í dag þið þekki hennar stílina hann er með byssuna á sér þegar hann fyrir að hittir skilosfulltrúan sinn skilur þetta svo fucking það verður ekkert harðar en það mér skils sko, ég var að heyra í Bennaðan B-Röf sem að halda þessu tónleika meðal annars og hann sagði, ég reyndum eins og við gátum að hafa þetta í árbænum sem fæðingastæður í þessi rap og líka þar var Greiftikastónleikarnir sem voru geggjaðir þegar maður beið fyrir utan svo voru eitthvað hleyft inn og þá voru þeir búin að semja eitthvað lag Ísland mun eftir því it's cold outside 22 degrees below zero and I'm frozen fóru þið á Míkos þegar ég kom með hérna ég fór, þeir kom bara what up Finland hver eru bestu rapptónleikar sem þið farið á Íslandi? Ég veit ekki marg sko, þetta er ógeðslega niche dæmi, þetta er ógeðslega svona ekki þetta er bara upplifun mín ég var í 10. bekk, var að fara á Vegamót DJ með Seppa, þú veist áður en ég bara átti að vera þar skilur það var Seitz Frans á Vegamót þegar Seppa og Stjáni, ég var að hanga með þeim þú veist, mér varst það bara svona upplifun mín alveg bara geðveik mér varst Farsætt bara geggjaður en daginn ég fór ekki á þá, en bara Sage Francis því að hann var svona eiginlega fullkomin listamaður til að flytja inn til Íslands því að í svona okkar kreðsu var hann eiginlega stærsta stjarnan þú veist tala Elvar þú veist, elskaði Sage Francis og bara maður einhvern veginn smitast af þeim áhuga og þannig að það var vel sótt en hann var ekki stór úti þannig sko. Nei, þetta er svona náttúrulega bara neðara dæmi sem var líka svona bara Flavor of the Month Masta Ace á NASA voru geggjaði tónleikar Masta Ace og hann átti rosa rönn þarna þegar hann kom Ghostface Killah á NASA fannst mér geði ekki tónleikar við vorum að hitta fyrir hann og ég man að ég svona var fyrir baksviss og hann var þarna bara einn þetta var þú veist þegar hann var smá lægð hjá þessum gæjum þú veist ég var þannig að þú veist í dag væri þetta allt öðruvísi hann væri stærri myndi kosta miklu meira en það var svona smá svona eins og væri smá dip hjá þeim og ég man ég bara var svona ég verði ekki að tala með hann, ég verði að segja eitthvað og ég kom bara, hey man hann bara, hann var svona hey, ég bara where is Capadonna og ég var sko fullur eða svona, ég var að fá mig nokkra ég var með svona stóran svona íslenskan bara hálflitra bara vikinglas og var svona halla mér í hann og you like that man og ég bara Sér kom bara, hey, what's your beer, man? Það var svona hellir klóð fyrir sjó og ég bara, ok, ég er búin að segja þetta, allt í góð. Capadonna fór að kera leigubíl í Philadelphia, þetta er sorgarsaga, sko. Margir góðir aftónleikar og hérna... 50 Cent í Laugardalshöll. 50 Cent í Laugardalshöll var sturlaði tónleikar. Snúbbarinn sturlaði tónleikar, 80 manns í Egilshöll. Við vorum alltaf, við hittum upp fyrir 50. Og Snúb. Ég var ekki þar það er rétt það átti ekki efn og þér en við vorum sem hluta á Rottvælisjónu en þetta verður baldi bara mobbarinn í KR heimilinu ég ætla að labba eða hjóla það er alltaf mjög næs að geta gert þetta
hafa þetta bara hafa þetta í heimabyggðinni sko. en mér líður eins og sko, og þess vegna ég líka svolítið svona bara vil tala gamalt íslenskt rap og hvort að Elvar hafi fílað Sage Francis árið 2002 eða ekki núna, af því að þetta smá, það búið að blása í lúður fyrir gömlu hausana, veistu hvað að tala og það liðalið sem þú veist að vinna í böngum núna sem alveg, já eina geðveika derhúi sem ég að fara að setja upp þetta kvöld skilur, og þetta verður smá, þú veist, við erum going back in black, veitu hvað að tala, við erum þú veist, þetta verður endurkoma sko. En ég ætla samt að fá að segja eitt varandi feita rattónleika og að vera gamall og svona, að þegar maður segir fólki í dag þá heldur það að sé að ljúga. Þannig var það að yfir svona 3 ára tímabil hélt Robbie Chronic rapptónleika 3. hvern fimmtudag á Gauk og Stöng og það var 2 íslenska atriði og 1 mjög current rappatriði frá útlöndum og Talib Kweli, það var alltaf fullt, ég meina Demigods þegar þeir voru, ID and Abilities Slug og Atmosphere Gangstar þú veist, Loop Troop skilur þú veist, oftar en einu sinni sá Loop Troop í Smáralind og svona, og þegar maður segir fólki frá þessu það var bara, what? Og maður bara, já, og það var alltaf fullt og það voru fucking breakdansar á gólfinu og fólk að drekka Budweiser og gleri það var líka, maður gatt bara, þú veist, þeir voru bara chillað já, þetta var bara verið bara, hey, what's up, bara hvað Capadonna sko. þetta var ótrúlegt og þetta var akkurat á tímabila sem bara þetta financially gekk upp, þessi gaurar voru allir einhvern veginn að túra Dollarinn lár og stemning og þú veist, ég manna voru einhverjum beatboxarar að mæta þetta líka og maður bara mætti og var hress einhvern veginn hip-hop jam á Gauknum þetta svona fyrir mér þetta fer þetta í bókina ekki allir í stuði nema rap editionið sko. Þannig að ef við varum með Mount Rushmore bara íslenskt rap, var Robbie Chronic á því Robbie Chronic hefur haft jafn mikil áhrif á íslenskt rap og erpur og gert það úr svona já, klárlega þú veist, meina Chronic byrjar í útvarpi 1994 skilur, hann þótti þú veist, hann var eins og hann væri þá í íslenski menningu, væri eins og við værum að kynna hollenskt hardstyle núna fyrir fólki skilur, þú veist, þetta var svo framandi og rugglað skilur, og Robbie stóð í lappinna með þetta allt og hann var þarna þegar rap fór í tísku, hann var þarna eftir að rap fór úr tísku og hann var þarna eftir að rap kom aftur í tísku í Vúver leddaranum shoutout á Robert Aron 100% ég bara að grilla fyrir þessu tónleika og vera með saltverk hvernig sko ég man ennþá þegar ég heyrði fyrsta Chronic þáttu minn ég vissi ekki að það væri, ég var 12 ára eða 13 ára eða eitthvað og þá hugsaði ég bara, því ég held ég var að hlusta á mikið á Lost Boys frá Queens og ég held að ég væri ein á landinu sem að væri þarna, ég upplýði mjög einmanna í minni hlustun, svo heyrði ég Renee með Lost Boys í Chronic og út af ég kveikt eitthvað á útvarpinu og bara óvart og þá opnaðist nýr heimur fyrir mér og þá svona, svo fer maður átt að sjá það eru fleiri hérna úti og kynntist ykkur og þetta voru geðvikið þetta, ég man bara eitthvað, þú veist, maður Robbi var alltaf á ensku sko yfir og það bara þótti bara ekkert af því sko, það var bara eitthvað var að keyra fram í stúdíunni hey, summertime in the city var að keyra fram í stúdíunni badass, white, convertible það sem vandar í þetta var endur öfugt, hann sagði summertime in the city eftir þetta ég veit ekki hvað ég er að læra þetta, ég fekk að heyra þetta hjá þér sko. En það er þessar kunstpásar að Robba what up hér var að keyra fram hjá stúdíónu badass white convertible summertime in the city baby og þú veist þetta er við sko badass white convertibles voru sjaldgæfir í Reykjavík svona einn til og hann fór út tvisvar ári og hann sko ég með hugmynd erum við ekki að reyna stefna á fyrsta live podcasti live úr Frostaskjóli á Mobb Deep það var svakalegt sko. ég er til ég bara á þess að gömlu hausa inn sko. fá Robba í ég man sko þegar ég var að hlusta á þetta á 14 ára ammælinu mínu 23. maí þá segir hann ég á ammæli í dag og mér fannst svo geggjað við áttum ammæli sama dag sko hverjir eiga ammæli 23. í maí? Bent við heldum ammæli okkur saman munið til því upp í Múlan Band, Robbie Chronic síðan er þetta hellingan öfnum sem er bara svona dottin og rotation það voru fleiri og svo MC Shit Talka ég sé hins vegar að tíminn er að hlaupa frá okkur og fyrir fólk, bara svo séum við að mæla með ykkur fyrir fólk sem vill muna
sem vill muna hvernig Chronic var, þá var hægt að horfa á kvikmyndina Blossi sem kom 1997, í henni Chronic í útvarpinu í nokkrum senum. Já, ok. Og það meðal annars hið fræga moment þegar ungur Birkir B að hringja inn í Chronic og við að fá frístæla og Robby segir but this better be good kid. Þannig endum við, ekki? Við endum þetta Bílasala Reykjavíkur, tjekkja á bílvikunar, saltið eins og ég getið með saltverk Já, og fara ég á að salta Mobb-Deep. götunar hjá mig með flugursalti sko. Takk hérlega, þetta er bara, viðtökurnar hafa verið frábærar og við bara, þið hlustið og við höldum áfram. Good shit. Takk.